Sigurður, nú Lagardère langstærsti aðilinn hérna í veitingaþjónustu. Hvað þetta mikil starfsemi hjá okkur í flugstöðinni? Þetta töluvert starfsemi. Það hjá okkur starfa í dag 150 starfsmenn og á 7 stöðum. Þetta starfsemi sem nánast allan sólarhringinn. Við opnum hérna upp úr 4 og lokum upp úr 2 á næturnar, þannig að þetta gríðarlega mikið. En sem betur fer þá hefur tekist núna síðustu dagana að klára að manna staðina. Þetta hefur verið erfitt og við höfum þurft að fara út fyrir stór Reykjanessvæði til þess að gera þetta. En þetta umfangið 150 starfsmenn, 7 staðir og eðlilega erum við að þjónusta 1,5 milljón farþega hérna meina á ári í svokallaðri norðurbyggingu. En við erum líka í suðurbyggingunni og það svokallaðir transitfarþegar og það þeir farþegar sem ekki koma inn til Íslands. Og það líka gríðarleg áskorun og vegna þess að það mikil aukning í því hjá sérstaklega Icelandair og við þurfum að þjónusta þessa aðila líka sem að fara milli Evrópu og Bandaríkjanna. Hvað það helsta hjá þessum stöðum? Hvað það helsta sem eru að bjóða upp á? Já, við vorum... Hver fjölbreytnin í þessu? Já, við vorum hérna áður vorum ég og viðskiptafélagi mínir með stað sem heitir Nord og rákum hann í 5 ár hérna fyrir forvalið og við erum með ennþá Nord sem svona fínni og betri staður með matreiðslumenn á fremsta bekk og erum með vöruúrval þar sem eins og gerist best í heiminum. Fengu reyndar verðlaun eða útnefningu sem 4. besti veitingastaður í heiminum á flugvelli í fyrra og annar besti í Evrópu. Við erum síðan með fjölbreytt úrval til þess að mæta kröfum allra eða mæta þeim þjónustu stöðlum sem menn vilja. Við erum með líka svokallað mathús og það svona maður getur sagt að þessi fjölskyldustaður. Þú getur tekið matinn þinn sjálfur, þú getur pantað hann á grilli og þú getur náður í salatbar og svo framvegis og það svona gríðarlega stór staður. Og með 500 sæti og langstærsti veitingastafurinn hérna hjá okkur. Síðan erum við með Loksins bar sem íslenskur bar með íslenskan bjór og íslenskar áherslur og reyndar íslensk áhersla gríðarlega mikil í mathúsinu og barinn hefur þegar fengið mikla viðurkenningu og fyrir hönnun og ýmislegt fleira og í einhverju erlendu tímaritinu voru við kosin einn af 7 bestu hangouts eins og þeir kalla þetta á flugvöllum og það var nú ungt fólk og ungir markaðsmenn sem bjuggu til nafnið. Við ætluðum ekki að kalla þetta en þeir sagðu að menn eigi að koma á flugstöð og segja Loksins af því að þá finna þeir barinn. En hann hefur komið mjög vel út og skemmtilegur hönnun og við erum meðal annars þar í glugganum með alla fjallasýnina í austur og norður af Reykjanesi, þannig við erum með frá Keili og alveg upp í Akrafjallið og þar á glugganum útskýrt fyrir viðskiptavinum okkar fjarlægðin frá þeim stað sem við erum. Það sýnt Hallgrímskirkjan að hún sé 38 km fjarlægð í beinni línu, 77 metrar á hæð etc. Þannig að það mjög skemmtilegt. Síðan erum við með alþjóðlegt kaffihús sem heitir Segafredo sem ítölsk, má segja, hönnun og ítölsk hugmyndafræði. En þannig var að í gamla daga og alveg fram til 2000 væntanlega, þá fóru gríðarlega mikið af Þjóðverjum og austurríkismönnum Svisslendingum til Ítalíu í ferðalög. Og þeir fengu þar þessa ítölsku kaffimenningu og hún þróaðist þannig að hún fór yfir Alpana tilbaka og inn í Þýskaland og Austurríki, þannig að það má segja að þetta svona mið-Evrópu kaffihúsastemning, mjög mikil gæði og fá skemmtilega móttökur. Það ofsalega flott hönnun á þessu og mikið sætum, allir fá sæti og annað slíkt. Nú síðan erum við með sælkjaraverslun í norðurbyggingunni og hún byggir á svona 3 stoðum. Það fyrsta lagi Íslendingar sem búa erlendis og að fara heim og til sín í Danmörku eða Noregi eða hvar þeir búa og þeir hafa mikil áhuga í að versla ýmsa vörur og okkar samstarfsaðilar útlensku skildu ekki af hverju voru með vorabaunur og SS-pilsur en við sögðum að þetta selt í 2000 eintaka fyrir þessa aðila
Markhópur númer 2 eru Íslendingar að fara að heimsækja vini og kunningja og þeir taka líka með sér gríðarlega mikið af íslenskum vörum. Nú síðan eru útlendingar og það er mjög misjafnt hvað þeir kaupa. Ég spurði daginn, af hverju eru öll kryddsíldin búin? Þá var mér sagt, já það komu Rússar og þeir keyptu alla kryddsíldina eins og hún lagði sig. Síðan eru lýsisvörur og aðrar vörur sem fara í miklu magni. Til að mynda þá eru Asíuþjóðirnar, það eru gjafmildar, þegar þú kemur tilbaka og ferðalegi þá gefur 10-15 manns einhverja gjafir og þá er ekta að kaupa 10-15 glös af lýsispillum og svo framvegis, þannig að þetta er mjög skemmtilegt. Og síðan hafa starfsmenn mínir sagt mér, og þeir voru í fyrrverandi búð, að meðal annars í ágúst og september þá verðum við að hafa þrefalt magna af reyktum laxi vegna þess að þá eru Ítalarnir og Spánverjarnir og Frakkarnir á Íslandi og þetta er bara það sem þeir þekkja. Þannig að þetta er gríðarlega skemmtilegt að vera með mismunandi tegundir af vöruframboði fyrir mismunandi þjóðir og eins er þetta á okkar stöðum, hvort sem það er Nord eða Mathúsi eða Segafredo eða Loxinsbar, að það er mjög mismunandi framboði og allir er að geta fundið eitthvað fyrir sig og í algjörlega nýrri hönnun. Og það er svo skemmtilegt þó að við séum með ítalskt kaffihús, þá er það náttúrulega ítalskt, en allt hitt er íslensk hönnun, íslensk smíði, íslensk húsgögn og íslensk lukk. Og í mathúsinu, og ég veit að Íslendingar er eftir að meta það í framtíðinu, þá erum við með risaskjái, 3 risaskjái og í augnablikinu erum við með eldgos í þeim og sólarljós og norðurljós og ýmislegt fleira. En þetta eru svona skjáir sem að þú getur horft á í langa leiðir, en þegar þú situr hjá hana þá truflar hann ekki. Þannig þetta er svona það nýjasta í þessu business og 17. júní þá verður íslenska flaggið þarna og 4. júlí annað flagg og svo framvegis. Þannig að þetta gefur svona tækifæri í þessu, en aðalmálið er það að við erum að reyna og kröfur flugstöðarinnar sem hefur unnið fullt af velunum og annað slíkt, þeir eru bara búin að setja standardina aðeins hærra og vilja eðlilega halda sínu sæti sem einn af leiðandi flugvöllum í þessari stærð í Evrópu og þannig að kröfurnar gagnvart okkur eru mjög miklar. Það eru miklar gagnvart vöruframboði sem er hluti af þjónustustiginu og síðan er líka gríðarlega kröfur til okkar starfsmanna sem eiga að veita þessa þjónustu og vera glaðir og bjóða góðan daginn og mæta þessum Íslendingum og útlendingum sem eru að versla við okkur. Það er gríðarlega áskorun fyrir okkur að halda þjónustustiginu og hafa alla góða, en það er ekki alltaf hægt þegar vaktirnar eru langar og næturnar líka og þannig að þessum erum við með 150 starfsmenn sem eru þó að þjónusta þessa 7 staði. En þetta er mikil áskorun en það er mjög gaman og það er nú aðalmálið. Það hlýtur að vera skemmtilegt þegar húsi er oft svona vel manna, getur við sagt. Það er svo mikið af fólki þarna. Já, en þetta er nú staðan hjá okkur er nú þannig að suma næturnar milli miðnættis og 2 eru kannski 15-20 vélar sem voru kannski fjöldinn fyrir 4 árum á daginn. Og núna erum við kannski 60-70 vélar á dag og við erum að tala 10.000 farþega. Þetta er alveg ótrúlegt dæmi og síðan hafa neysluvenjur farþega breyst mikið og það er ekki síst vegna þess að við erum með til að mynda 2 eða 3 lággjaldaflugfélög og neysluvenjur þeirra eru þannig að þegar þú ferð frá heimalandinu með lággjaldaflugfélagi þá kaupirðu iðulega eitthvað borð eða mjög stór hluti. Þegar þú ferð tilbaka þá hugsaðu með ætli sé eitthvað eftir og þá verslar á flugvellinu. Þannig að við erum með mjög skemmtilega viðskiptavini frá þessum lággjaldaflugfélögum. Bestu viðskiptin af þeim flugvöll í Edinborgar, það er sterkt efnahagssvæði í Skotlandi og við finnum það alveg. Kúnnar sem eru sérstaklega góðir hjá okkur eða viðskiptavinir, ef ég mæli það út frá magni eða hvað þeir kaupa dýrt, það eru norðmenn, kannski að minnka eitthvað hjá þeim núna eftir að það er harðlandalum pílnítið. Rússar voru og eru sérstaklega skemmtilegir viðskiptamenn en þetta flóran er svo stór og við erum með einnig fólk sem kemur og spyr hvort það getur fengið heitt vatn sem það fær eðlilega og þetta er allt þar á milli, þannig að þetta er voðalega gaman.